Já, góðir Hamraborgarbúar, velkomnir hérna í Skruggustein, hvorki mér minna. Skruggusteinn, það listagalleri sem hérna hjá okkur í Hamraborginni, já, hvorki mér minna, inn í Hamraborginni okkar. Hjá mér eru þær 3 skruggur, vænti ég, það Guðný og það Auðbjörg og það Rúna. Guðný, hvað þetta skruggurnar? Það byrjaði nú allt saman með því að við vorum 3 sem útskrifuðum síðastliðið vor. Ákveðum að opna saman vinnustofu og helst galleri líka. Síðan fundum við þetta húsnæði í Hamraborginni, leist bara mjög vel á það. Hér hafði nú reyndar verið galleri áður, en við ákveðum að hafa þetta líka vinnustofur. Já, eru þið allar útskrifað þá hvaðan? Við erum útskrifaðar úr myndlist- og handíðaskólanum. Síðan kom Rúna inn í hópinn. Rúna kennir með mér við Hjallaskóla, við kennum þar báðar. Já. Og hún útskrifaðist fyrir hvað mörgum árum, Rúna? 8 árum held ég, já. Þú útskrifaðist 8 árum? Já. Já, frá myndlist- og handíðaskólanum? Já. Já. Og þetta var byrjunin. Hamraborgin, af hverju Kópavogur, af hverju Hamraborgin, Auðbjörg? Já, það nú kannski sérstaklega vegna þess að við búum í Kópavoginum, við hérna 3 og kannski geta þess að vantar eina á skruggunum, hún bráð sér til Ástralíu. Já, Ástralíu. Hvorki meira minna yfir jólum. En ég veist að það hafa nú verið svona megin orsök þess að við erum í Kópavoginum, við vildum halda okkur við okkar bæ. Þið ekki með þann metnað í ykkur að ykkur finnst svona að þurfa að lyfta Kópavogsbúnum kannski eitthvað aðra plan í þessu efnum? Jú, líka. Já. En kannski gaman að segja frá nafninu, Skruggusteinn. Við fundum þetta í þjóðsögum Jóns Arnarssonar. Skruggusteinn steinn sem kemur úr lofti í þrumum. Og það segir að þú hafir eitt slíkar í hendi þér, sjáur víða veröld. Svo náttúrulega skrugga náttúrulega þýðir líka geðvond kelling. En við erum reyndar ekkert geðvondar, sko. Nei, ekki sýnist mér það, já. Og valið Skruggusteinn kemur að þessari þjóðsögu þá? Já. Og svona meira því segið það að í gegnum þennan Skruggustein þá sjáum að þessa víðu veröld. Þessi list hér, hvernig myndir þú vilja skilgreina hana, þessa list hérna inni? Það sem hér inni, það náttúrulega bara það sem við erum að gera í dag, það sem við erum að hanna út frá okkur sjálfum og það sem við erum að skapa, þetta allt okkar sköpunarverk og við náttúrulega, já, það eitthvað sem við höfum tekið upp víða utan úr heimi. Við Guðný höfum verið út í Ungverjalandi, vorum þar í smá tíma. Og svo sækjum við mikið bara í náttúru Íslands, held ég allar okkar. Svo má nú geta þess líka, það eru fleiri sem reka gallerí með okkur. Það ekki bara við 4. Það eru fleiri listamenn sem að selja hjá okkur í galleríinu. Sem að fá hérna aðstöðu hérna þá með ykkur? Já, þeir reka þetta með okkur, má segja. Þeir náttúrulega ekki með vinnuaðstöðu hérna. Nei, en þið aftur á móti með ykkar verkstæði hérna, er það ekki, Rúna? Já, við erum allar með sagt, okkar verkstæði hérna bakvið. Og þetta þá mest í skúlptúr eða hvað þetta sem þið aðalega með? Já, við erum 2 sem erum mest í að mála og þá bara á tvívíðan flöt og svo eru 2 í leir með þá. Já, leirskúlptúr. Er það einhver sérstök hönnun sem að fylgir því að ég má segja þessi leirhönnun? Er þetta glansandi leir eða þetta mattur leir eða hvernig ég myndi nú spyrja ykkur eins og fáfróða maður í þessum efnum? Við erum meira inn á nytjalínunni. Við erum að hanna meira inn á þeirri línu. Þannig að það séu hlutir sem hægt að nota. Þó að það sé líka hægt að finna hérna skúlptúra og það er einn sem er með okkur í gallerínu sem að gera mjög skemmtilega skúlptúra. Tvívíður grunnur, hvað viltu aðeins útskýra fyrir okkur Hamraborgarbúum hvað þetta þýðir? Jú, sko þetta er hérna, málverkið á sem sagt, já, tvívítt, þú sérð ekki nema bara eina hlið. Já. Þetta er þrívíður hlutur, þú sérð hérna margar hliðar á þessum hlut. En svo í málverki það er tvívíður hlutur, það liggur upp að vegnum og þú sérð ekki hliðar á því. En það er náttúrulega blekt. Það er hægt að mála inn blekkinguna með því að mála fjarvídd. Nú til dæmis í teiknunni talað þrívídd. Er það eitthvað líkt því sem þú ert að tala? Jú, þá sérðu á skjánum hlutin svona eiginlega koma út á móti þér. Já. Það er náttúrulega bara blekking.
Já, einmitt. Það er svona þessi þriðja vitt, hún er sem þessi blekking. Þið þurfið aftur á móti ekkert að beita þeirri blekkingu í skúlptúr? Nei, við þurfum ekki að beita þeirri blekkingu, en við þurfum náttúrulega að hugsa hlutin í þrívíði þannig að hann geti gengið frá öllum sjónarhóttum. Þannig að í ykkar þörfum getum við sagt sem svo að þið gefið hugmyndina og svo síðan kemur áhorfandinn og hann bætir því sem að einn vantar, eða hvað? Já, hann alltaf hefur sína upplifun af hlutnum væntanlega. Þetta er athyglisvert að því leytinu til að ég hef aldrei spekulur í það svona djúpt, en hins vegar, hvað er það sem að kallar á ykkur að gera þessu hluti? Já, það er nú það. Það er eitthvað. Já. Ég veit ekki. Björg? Já, þetta er mjög erfið spurning. Þetta er bara eitthvað sem býr innra með okkur sem við verðum að fá þörf fyrir til að fá útrás fyrir það, hreinlega. Ég er saman á því, já. Maður einhvern veginn getur ekkert skýrt þetta öðruvísi. Þetta er eitthvað sem maður bara verður að gera. Að vera staddur sem þá listamaður út í Ungverjalandi, funduð þið einhvern samnefnara? Samnefnara gott við. Það er að segja þörf, er til dæmis, ég veit ekki hvernig það hefur verið hjá ykkur, en hins vegar er það þjóðfélagsleg þörf hjá sömum listamönnum að endur spegla þjóðfélagslega breytingar, svo segja bara einfallega byltingar hugsjónir, aðrir er bara til þess að sýna ástandið og aðrir vilja skapa eitthvað nýtt. Hvar finnst ykkur því standa? Já, við erum svo stuttkomnar í raun og veru, rétt í útskrifaðar. Það er erfitt að svara því. Já. Já, ég held að við séum frekar svona að bara að skapa sem daginn í dag, það sem við erum að gera í dag, og við náttúrulega verðum fyrir ásöfum á umhverfinu. Er það þá svona, þá skynjum mín rétt að þið eru komin í svona svolítið þjóðverðnishyggju, Skruggusteinn? Já, jú, kannski. Til dæmis þarna séru þetta Hamraborgin, þegar við vorum komin hingað. Já. Ég er alltaf að skoða mitt nánasta umhverju og reyna að draga fram kannski það sem öðrum finnst ekki skipta miklu máli, heilluð af munstrinu í náttúrunni og svona. Og svo einmitt þegar hún fluttar hérna inn að þá sem sagt, var þessi mynd til sem er stjettin hérna fyrir utan. Sem er fyrir utan, já. Það er sem sagt Hamraborgin, kletturinn. Já, þetta er bara það sem er hérna. Já. Þetta er svona endurspeglun af því umhverju sem þið eru í, og það er það sem þið eru að tala um. Já. Svo má kannski segja að við erum svolítið fyrir svona allar að hugsa alltaf umhverfisvernd og svona finnst mjög gaman að geta nýtt það sem er kannski verðlaust. Til dæmis þessar hillur hérna, svo getur við það. Þetta eru tunnustati frá hernum, fundum þetta í sölnefnd varnarliðstegna. Borðið þarna er gamall beddi, skátarnir eiga vist þó nokkra svona. Og svona, þetta þarna eru stökklarnir eru gamlir víðarofnar. Já, einmitt. Þannig þetta er svona allt, þetta er gammalt borð sem við pússuðum upp. Gammalt afgreiðsluborð frá einhverjum guldsmið, held ég. Já, sem þið pússuðu upp. Já, og settum svona grind undir. Síminn er gamall en svo sér, við erum svolítið svona, kannski að leita svolítið í það gamla líka. Er þið svolítið svona listarætni endurvinnslu? Ég ætla það ekki. Umhverfisvænni, já. Og svo náttúrulega það gólfið. Það er módelteikningarnir okkar já, og haldiðaskóla. Já, ég tók eftir því. Er þetta endur teiknað á eða er þetta sem að þið hafi gert einhverju tækni? Þetta er bara myndirnir okkar úr módelönnum í myndlist- og handíðaskólanum. Við áttum þetta allar í stórum ströngum og svo bara límdum við þetta á gólfið og lökkuðum yfir. Þetta náttúrulega virkar bara eins og parkett, bara svolítið þunnt parkett. Nú veit ég að ég ætla að vera að gera svolítið persónulega við ykkur vegna þess að Hamraborgarbúar eru margir hverjir mjög ættfróðir einstaklingar. Þeir vilja fá að vita meira um Guðnýju. Guðný, hvaðan ertu, hverra mann ertu? Ég er Hafsteinsdóttir, pabbi byggði þetta hús hérna. Hafsteinn Júlíusson? Jæja, þá veitum við það, góðu borgarbúar. Og þá ertu væntanlega þetta systir þá Sigurðar Hafsteinssonar. Já, sem að við kunnumst við líka því að hann spilaði einmitt hérna hjá okkur í síðust útsendingu í jazzbandi, Sigurðar Hafsteinssonar. Já, þannig að þú ert að því fólki komin, en þá Björg? Já, ég er Bergsveinsdóttir og hérna ég er ættið af Vestfjörðunum. Vestfirsk? Vestfjörðun, já. Í aðrættina og Austfjörðunum í hinn ættina. Nú spyr ég hvaðan af Vestfjörðunum? Úr Arnarfirði.
Já, nú ertu enn ein úr Arnarfirði sem er í Hamraborginni og segðu mér enn þann nánar, hvaðan úr Arnarfirði? Já, pabbi er fæddur og uppalinn í Selárdal í Arnarfirði. Nú, það er bara ekkert annað. Og móður þín er hvaðan? Mamma er frá Hrafnabjörgum í Jökulsárhlíð. Já, þetta er sem sagt. Já, en ég sjálf er fædd og uppalinn hér í Reykjavík og aðflutt í Kópavoginn. Aðflutt í Kópavoginn, sem náttúrulega flesti Kópavogsbúar eru, sko. Og þá með þig, Rúna? Þetta er alltaf svolítið erfið spurning. Ég er Elíasdóttir og pabbi minn hann er frá Bolungavík, þannig ég er líka að vestan. Já, ertu þá fædd fyrir vestan? Nei, ég er fædd á Höfn í Hornafirði. Já. Foreldrar mín er rétt náða að flytja þangað sko árin áður ég fæddist. Þannig þið gerðu þið að Bolvíking? Nei, mamma er fædd í Sandgerði, hún hafa sýslu, þetta er mjög breytt spektrum. Hvað sem því líður ágætu Hamraborgarbúar, þá eru þið búin að kynnast þessum 3 skruggum nokkuð náið og þið vitið nákvæmlega hvar þær eru til húsa. Þær eru hérna einmitt á horninu, hérna við Álfhólsveg og Hamraborgina. Endilega lítið þið bara horfa á þessa skemmtilegu sýningu sem er líka hérna hjá þeim og ég svo þakka ykkur kærlega fyrir þetta skemmtilega viðtal. Takk sem leiðis.